Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við að þessu sinni tökum hérna upp á Hótel Tindastóli og erum hérna í Jarlstofunni. Á Sauðárkróki. Á Sauðárkróki. Já, svo við séum búin að staðsetja okkur alveg. Já, nákvæmlega. Hótel Tindastóll gaf þetta samt svolítið. Já, fyrir flesta. 95% þjóðarinnar. En við erum sem sagt hingað komin alltaf að taka þáttinn upp hér í dag, en hér framöndan atvinnulífshelgi. Það líka síðan sæluvika sem að tekur við af atvinnulífshelgin og við ætlum að fjalla báða þessa viðburði hérna í þættinum. En þar að við ekki ætlum að tala um möguleikhúsið og afmæli Kaupfélags Skagfirðinga, en þeir fögnuðu 125 ára afmæli sínu á dögunum og svo bregðum við okkur aðeins upp í Hlíðarfjalli að þar standa yfir Andrésar andaleikarnir og fullt af ungu og efnilegu skíðafólki þar að skemmta sér í vonandi ágætisveðri. Það ekki alveg gott veður í dag eins og í gær á minnsta kosti. Nei, við erum svolítið að fylgja Andrésarleikunum eftir, við erum eiginlega að skoða allt sem tengist Andrésarleikunum frá því fólk kemur í bæinn á til að fer heim aftur sko. Og mánudaginn þá komin að samantekta þætti Andrés klukkan 18:30 hérna á N4. En nóg þetta allt saman. Já, við ætlum að byrja á atvinnulífshelginni hérna á Sauðárkróki, eða í Skagafirði. Lífsins gæði og gleði eins og þetta heitir. Velkomin Sigríður og Stefán. Takk fyrir það. Og velkomin sömuleiðis í Skagafjörð. Já, takk. Gleðilegt sumar. Já, það. Kannski byrja bara á þér að þú segir okkur svolítið frá þessari sýningu. Hvað kemur fólk til með að sjá hana? Já, það náttúrulega heilmargt sem fólk kemur til með að sjá þessari sýningu. Ég fór nú upp yfir í gær og taldi til að þetta voru 61 einstaklingur sem þarna voru, eða 61 bás sem þarna komið upp yfir og þetta svona brot af því besta sem við erum með hérna í Skagafirði og fyrirtæki, einstaklingar og stofnanir eru þarna með básat, stóra til þess að kynna sig og starfsemi sína og hérna svona, þetta gefur mjög góðan svona þverskurð af því hvað upp á að bjóða og hvað Skagafjörður hefur upp á að bjóða hérna í svona atvinnulegu og svona, já ekki bara atvinnulegu, þetta bara svona hvað Skagafjörður hefur upp á að bjóða almennt. Þetta mestmengnis fyrir fólkið á svæðinu svona að kynnast hver öðru hvað það að gerast eða að fá inn einhverja gesti og ná að kynna þetta fyrir utanaðkomandi? Sko, við höfum verið að fá töluvert af fólki frá á þessar sýningar og mikið náttúrulega hérna nágranna sveitafélögunum og reyndar lengra líka og þannig að þetta ekkert bara að hugsa fyrir okkur Skagfirðinga, þetta miklu frekar svona hugsa fyrir okkur Skagfirðinga að bjóða heim í þessa sýningu til þess að kynna fyrir þeir sem það vilja skoða hvað Skagafjörður hefur upp á að bjóða. Því það lúmst mikið nefnilega af fyrirtækjum og starfsemi hérna í Skagafirði sem meira segja held ég að við sem hér búum áttum okkur ekki alveg alltaf á hvað við erum rík. 60 básar svolítið gott. Og kannski einmitt svolítið mikilvægt að koma því svolítið á framfæri, bæði gagnvart heimafólki og ekki síður öðrum eða hvað? Algjörlega. Já. Þú ert hjá gestastofu Sútarans sem að kannski margir þekkja til, kannski þú segir okkur samt aðeins frá gestastofunni áður en að við tölum atvinnuhelgina. Já, gestastofa Sútarans sem sagt inn í sútunaverksmiðju sem að við erum að reka hérna við hjónin á Sauðárkróki og þetta stór verksmiðja að okkur finnst allavega og eina verksmiðjan á Íslandi og hún tilkomin þessi gestastofa því vegna þess að fólk vildi fá að koma inn í verksmiðjuna svo mikið og vorum að fá svo mikið af fólki þarna inn og það vildi koma og fá að sjá og kaupa efni og skoða sig og þá var bara spurning að loka á það til að fá vinnufrið eða opna eitthvað rými sem var svona aðgengilegt fyrir fólk, gest og gangandi og þannig kemur þetta nú til. Fyrst ætlaði að hafa þetta voða smátt í sniðum en varð svona svolítið stærra og í dag þannig og garðið gert að þú getur komið á það og keyptir alltaf efni sem við framleiðum og svo getur þú keyptir fullunnar vörur úr þessum efnum frá hönnuðum og handverksfólki og svo getur þú labbað með okkur gegnum verksmiðjuna og séð fólkið að störfum. Þetta svona atvinnulífssýning lítil. Já, og ég hef farið í svona ferð og það alveg ferlega skemmtilegt og maður áttar sig eiginlega ekki á því hvað þetta bæði mikil starfsemi og svo brjálæðislega skemmtilegt að sjá síðan þessa gasalega smart hönnun sem loka afurð. Já, þannig að þetta alveg magnar. Segðu okkur frá loka afurðunum og úr hverju það unnið? Já, okkar loka afurð efnið í verksmiðjunni. Síðan vinnur fólk úr þessu, handverksfólk og hönnuðir allan heim og úr þessu verða voðalega mikið auka hlutir eins og töskur og skór og belti, skartgripir, sundföt og bara raunverulega allt sem dettur í hug. Já. En þið hafið tekið þátt í þessari atvinnulífshelgi nokkurt skeið. Segðu okkur hvers vegna veljið þið að taka þátt í þessu? Hvað máli skiptir það? Já, mér finnst þetta svona bara algjörlega samfélagslega ábyrgð að vera með í þessu vegna þess að í Skagafirði þurfum við náttúrulega að standa saman eins og annars staðar og mér finnst að allir eiga að taka þátt
og það er nú líka bara, við viljum bara sýna það sem við erum með og við viljum fá að sjá það sem hinir eru með. Þannig að það er nú svona ástæðan fyrir að við tökum þátt í þessu. En þetta bæði þessi atvinnulífshelgi, það sem eru þessar sýningar, þetta eiginlega líka kannski svolítið viðburður, það ekki? Þetta alveg fyrir fjölskylduna að labba í gegn og njóta svolítið bara stundarinnar og hitta, sýna sig og sjá aðra. Jú, klálega er þetta sko miklu meira en þessi sýning í sjálfu sér og ég man nú ekki tölun og hvað voru margir sem komu á sýninguna síðast, en þetta skiptir náttúrulega þúsundum sko. Þannig að þetta bara viðburður hérna í samfélaginu og ég er náttúrulega bara að nota tækifæri núna og hvet alla til þess að mæta vegna þess að þetta mjög skemmtilegt og það verið að bjóða upp á allt mögulegt þarna á sýningunni og fyrirtækin mörg eru með sínar afurðir bæði til sýnis og það þau fyrirtæki sem eru svona að búa til eitthvað matakins eru með að smakka og þannig að þetta bara reglulega gaman. Þarna verða uppákomur á meðan á sýningunni stendur. Þannig að þetta miklu meira en sýning, þetta viðburður, stór viðburður. En svo þegar maður skoðar bæklingin og skoðar þau fyrirtæki sem eru á básunum, þá virðist vera að þetta sé mjög fjölbreytt atvinnulífi hérna á svæðinu, það ekki rétt skynjun á mér? Alveg gríðarlega fjölbreytt. Kannski skrítið með að þetta ekkert svakalega stórt þorp allavega eða stórt svæði? Jú, já, ég alveg sammála því. Og þetta eins og bara ég var að tala hérna upp. Ég meina það kemur okkur skemmtilega á óvart hvað fjölbreytileikinn mikill, hvað það eru margir bæði einstaklingar og við erum náttúrulega að tala einyrkja líka, fólk sem bara sjálft að reyna að koma sér og sinni vöru á framfæri sem þarna og þetta, þegar búið að safna þessu saman á einn stað eins og við erum að gera núna þá kemur þetta manni svolítið á óvart hvað fjölbreytileikinn einmitt mikill, hvað við erum með marga einstaklinga og hvað fólk margir, hvað fólk sniðugt og frjótt í sinni sköpun. Og ég meina þetta náttúrulega frábært dæmi það hér við hliðina á mér. En talandi nefnilega þetta sem þú varst að segja, þetta lítið þorp. Við lítum ekki endilega þannig á það Skagfirðingar. Nei, það kannski það sem gráti galdurinn. Akkurat, það þessi hugsunarháttur og þetta að vera svolítið svona hvetjandi og hafa jákvæð hugsun, ekki verið í bakkirnum. Vegna þess að ef margir eru í bakkirnum þá vitið þið hvernig það fer. Hér fólk ekkert svoleiðis stemt. Þannig að þessi hugsun það ekki hægt, við erum búið að taka bara út úr svolítið samfélaginu og keyrt áfram á hið nýja. Og kannski atvinnulífshelgin sem toppar þetta að búa til stoltið líka heima og segja, heyrðu, við höfum bara fullt. Og þetta einmitt, ég algjörlega sammála sigur. Ég meina ég held að við Skagfirðingar höfum aldrei litið á okkur sem lítið þorp. Nei. Og munum aldrei Þú gefst yfir strikið þetta. Ég bara ætlaði að vera kurteis, fyrst að þú opnaðir á hérna. Ég var að miða við Moskvu og Berlín. En þetta snýst náttúrulega líka það að blása fólki svolítið svona kraft og líf í brjóst, Og það því miður allt og algengt að menn séu að tala svæðin sín og þorpin eða bæina niður. Að þetta gengur ekki nógu vel og við höfum ekki fengið þetta og ríkið gerir þetta og ekki þetta og ekki hitt og annað eftir því og ef maður fara með sömu rulluna aftur þá imprentast þetta í huga okkar sem hér búum. Akkurat. Þannig það alveg gríðarlega mikilvægt að menn horfi fram á veginn og segi, heyrðu, þetta getum við gert, þetta erum við með, þetta höfum við upp á að bjóða, sjáu þið. Við getum þetta alveg. Við getum þetta og gerum þetta. Nákvæmlega. Þetta bara alveg magnað. Þetta það. Nú bara stöndum við upp og byrjum. Það var þannig ræða. Og sjónvarpsáhorfendur aftur staðinn. Ég bara svo sammála og þetta bara það sem skiptir öllu máli og gerir svæðin að góðu svæði. En lokum, hvenær opið svo fólk sem ætlar að koma? Já, það opið semst á morgun frá 10 til 5 og á sunnudeginum frá 10 til 4. Og það væri svo gaman að sjá fullt af fólki þarna sem ég býst fastlega við. Yndislegt, takk. Við keyrum inn í bæinn og hvert beygum við til þess að komast á staðinn? Það bara strax til, það eftir hvað hann kemur inn. Já. Þetta íþróttahúsinu. Gestirnir komast að því. Þetta íþróttahúsinu, já. Eða bara skrúa niður rúðuna og segja bara, halló, hvað hérna atvinnulífshelgin? Það ekki? Gleðilegt, takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel með Takk fyrir mig. Og við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum frá Sauðárkróki rétt eftir augnablik.